Í heimi íþrótta eru sameiningar og sundrung íþróttafélaga ekki fátíð fregn, þá einkum í fámennari sveitarfélögum, þar sem oft getur reynst erfitt að smala saman í heilt lið. Vopnfirðingar þekkja þennan veruleika eins og aðrir, en geta þó stoltir sameinast sitt eigið sögufræga lið, Einherja. Já, og verið það frá árið 1974, svona með örlitlum hléum. Og þetta hefur komið upp og umræða og kannski núna í seinni tíð meira þegar það hefur svona hallað undan fæti hvað varðar mannfjölda og svoleiðis á staðnum að sameinast, en við erum svolítið einangruð hérna. 1,5 tími í Egilsstaði og lítið að sækja knattspyrnulega séð hérna norður á Bakkafjörð og Þórshöfn, svoleiðis að það er kannski litlir möguleikar eins og staðan núna að sameinast. En þá líka býður það upp á það að þá er liðið á sama staði í sama bæjarfélagi og það hlýtur að verða meiri samheldni í svoleiðis liði. Jú, það gefur okkur rosalega mikið að stilla saman strengi í kringum klúbbinn, kringum þetta félag og menn náttúrulega klæða sér stoltir í Einherjatreyjuna því að það er mikil saga sem fylgir henni. Nú tímabilið búið, hvernig metur þú tímabilið? Hvernig leggst það í þig? Já, þetta var svona upp og ofan. Við með smá heppni auðvitað hefðu við getað verið þarna í baráttum að fara upp. Við vorum ekki nema 4 stigum frá því að fara upp eða frá toppsætinu og þetta var jöfn og erfið deild og náðum í fá stig á útivelli og það var kannski það sem varð okkur að falli. Og þetta hefur kannski verið svona saga okkar undanfarin ár. Þetta var búin að vera helvíti mörg ár þarna fastir í 3. deildinni og vantað svona herslumuninn upp á það að komast upp. En Einherji er lið sem gerir alveg tilkall til þess að vera í annarri deild. Já, og við höfum reynt að stilla því í hóf hversu marga aðkomumenn og útlendinga við sækjum. Við höfum verið með að fá nokkra útlendinga og þeir hafa verið að setjast hérna að og eru orðnir vopnfirðingar. Svo höfum við verið að fá svona tengdar sinni vopnaverðar, stráka að norðan sem hafa fundið sér konur hér og eru að spila með okkur. Og við höfum vantað svona aðeins upp á að fara upp en það hlýtur að koma að því. Það er auðvitað erfitt þegar liðið æfir ekki saman allan veturinn og hittist bara í leikjum í Lengjubikar og bikar á vorin og á síðan að fara að æfa saman og þá náttúrulega smellur þetta fyrst saman í lok maí og byrjun júní. Hvernig gengur það fyrir ykkur að safna í mannskap? Gengur það alltaf vel? Já, það er alltaf sama umræðan hvert haust sko og hvernig er staðan fyrir næsta sumar og það er bara eins núna. Hver er alltaf að vera áfram, hver er alltaf að breyta til og það er náttúrulega blóðtaka fyrir okkur þegar leikmenn eru að fara, leikmenn sem vilja spila ofar og fara í lið í annarri deild, fyrstu deild eða úrvalsdeild að því að þeir vilja ná ofar. Strákar sem eru uppaldir hér, við erum með 3-4 stráka í deildum fyrir ofan okkur sem við vildum alltaf hafa hérna heima, uppaldar stráka, en við bíðum alltaf á vonum að þeir komi heim til okkar sem förum aldrei neitt, en það er alltaf sama umræðan hvert haust, hvort að við náum í lið, en markmiðið er alltaf hjá stuðningsmönnum, leikmönnum, stjórn og þá þjálfara þegar hann er ráðinn hvert haust að fara í verkefni. Man hefur oft fundist þessi deild verða svona innu útundan í umfjöllun, það er strax meiri umfjöllun í deildinni fyrir ofan og fyrir neðan er komið bara Passion League og þar er þessi lendir svolítið í milli. Já, hún hefur aðeins lendið í milli. Dr. Fútbol og félagar hafa aðeins verið að lyfta upp á hærra plan í sumar. Já, einhvern veginn í umræðinni svona gegnum tíðina, ég er búinn að vera, þetta var 10. tímabilið mitt núna, fórum reyndar niður í 4. deild þarna 1 ár, þá hefur 3. deildin einhvern veginn aldrei fengið neina virðingu og hún er náttúrulega 4., þetta er D-deildin, en að mínu viti er ekki svo mikill munur á 3. og annarri deild en neðri hlutunum í annarri og efri hlutunum í 3. En svo mun meiri munur þú ert komin upp í 1. deildina, milli annar og 1. En ég held nú að með svona vaxandi fjölmiðla umfjöllun og þá held ég að 3. deildin fái nú þá virðingu sem hún á skilið, en vonandi verður við bara ekki í henni mikið lengur. Hérna á Vopnafirði það er mikil stemming fyrir þessu og það liggur við að sé bara sama mæting á leiki hjá
kvennalið og kallalið og það verður nú að teljast alltaf magnað. Já, stuðningsmenn okkar hafa vakið athygli og þessi heimavöllur eru auðvitað þekktur fyrir að vera gryfja og við erum erfiðir heim að sækja og það er sama hvort það er í meistaraflokki karla eða meistaraflokki kvenna eða fjórða eða þriðja flokki kvenna, þá er alltaf vel mætt á leiki og þau lið sem koma hérna, foreldrar barna í yngri flokkum, furða sig náttúrulega á þeirri rosalegu mætingu og offinning á leiki hérna í yngri flokkum og það skiptir engu máli mitt hvort það er kvenna eða karlabolti eða hvað það er. Það er rosalega sterk knattspyrnuhefð og áhugi fyrir knattspyrnu á Vopnafirði og verið alla tíð og ætlaðum við ekki reykja til góðs árangurs á 8. og 9. áratugnum. Það skilur eitthvað eftir. Yngri flokkastarfið, það er mjög öflugt hérna hjá Einherja líka, við tölum aðeins um það. Já, við erum með mjög öflugt yngri flokkastarf og höfum alltaf verið með. Fótboltinn hefur auðvitað verið aðalsportið á Vopnafirði í gegnum tíðina og blakið því að koma inn núna en við erum að senda lið á mót í mörgum yngri flokkum og sendum lið til keppni í þriðja flokki kvenna í 11 manna bolta í fyrsta skipti í sögunni í sumar og stóðum í liðum og unnum lið miklu stærri liði eins og Káa og Þór og það er virkilega ánægjulegt að vita svona góðum efni við í yngri flokkum.